Já, komið sæl og gott að sjá ykkur öll. Ekki allir komnir í feikna stuð eftir þetta fyrsta lag? Mér heyrist það. Já, bara hlýtur að vera, enda frábær kór, sko. Og við píanóið situr auðvitað Óskar Einarsson og svo á bassan hann Páll Elvar Pálsson og svo kór Lindakirkju, þannig að þetta getur ekki klikkað. En í kvöld þá höfum við boðað fermingabörn svona sérstaklega og gaman að sjá hvað það rosalega vel mætt. Og við mitt föttuðum á þann að það þurfti að kveikja á hátálurunum hérna aftast. Já, aldrei gera það. Nei, það búið að því, Óskar. Já. Af því það setið alveg hérna lengst aftur. En við skulum hefja stundina eins og allar stundir á því að signa okkur og við segjum í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og við skulum fara með fallegu bænina eftir hann Hallgrím Pétursson. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni. Hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Já. Heyriði, næst, þá ætlum við að fá 2 stúlkur úr unglingagospelkór Lindakirkju til að syngja fyrir okkur. Og þær ætla að syngja alveg ofboðslega fallegt lag sem heitir á frummálinu Still. Og það svo skemmtilegt að þetta lag komið í sálmabók Íslensku þjóðkirkjunnar. Og þar ber það nafnið Hljóður. Gjörið svo vel, það er Kolbrún Birna og Sigríður Maren sem ætla að syngja þetta fyrir okkur og auðvitað kórinn með líka. Fair
Takk stelpur, þær eru alveg æðislegar, fannst ykkur það ekki? Jú, nákvæmlega. Það kom að miskunnabæn. Drottinn miskunnað þvós. Drottinn miskunnað þvós. Kristur miskunnað þvós. Kristur miskunnað þvós. Drottinn miskunnað þvós. Drottinn miskunnað þvós. Dýrð sé Guð í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnunum. En við í þetta sinn þá ætlum við bara að sitja yfir dýrðasöngnum, að því í staðinn fyrir þennan hefðbundna dýrðasöng þá ætlum við í kvöld að syngja lag sem er sungið í öllum fermingum og fermingabörnin þekkja vel og heitir Halleluja og annars konar dýrðarsöngur og þið megið endilega syngja með. Taka vel undir. Á hverjum morgni fæðist dagur nýr sem deyr að kvöldi þegar birtan flýr. Hvert árið sem líður, hvert andartak, allt lífið gjöf til mín. Og tíminn tifar líkt á klukkan slær. Á morgun heitir þessi stund í gær. Kenndu mér að meta dagana, því lífið gjöfin þín. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Þú kveiktu brosið, fannstu fuglana, eldinn, atómið og ástina. Af einlægni hjartans ég þakka þér, því lífið gjöfin þín. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Þú þekkir mig, þekkir hvert ár, með mín og sál, frá upphafi lífs. Þú gættir mín, mættir mér enn, miskunnin þín, að hinstu stund játning mín. Þú minn Guð. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Ritningalestur dagsins.
Það eru ritningarvers sem að nokkur fermingarbörn ætla að lesa fyrir okkur. Endilega komið upp, krakkar. Þið vitið hver þið eruð. Og það eru þau Íris Björk, Rakel og Brynja, ekki Rakel Brynja, Unnur, Bergþór, Alex Óli, Alain og Breki. Síðastur, ok. Allt sem þér vilji að aðrir menn geri yður, það skuli þér og þeim gera. Jesús sagði, ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þú ert skjól mitt, verndar mig í þrengingum, bjarga mér, umlykur mig fögnuði. Því ég þekki sjálfur þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir Drottinn, fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju, að veita yður vonríkja framtíð. Látið ekkert fúkyrði líða ykkur á minni, heldur það eitt sem er gott til uppbyggingar. Komið til mín öll sem eru erfið og þungar og hlaðin og ég mun veita yður hvíld. Ef andi hann sem vakti Jesú frá dauðum býr í ykkur, þá mun hann sem vakti Krist frá dauðum einnig lífga dauðlega líkama ykkar með anda sínum sem í ykkur býr. Verið góðviljug hvert og annað, miskunnum fús til að fyrirgefa hvert öðru eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið ykkur. Og þannig hljóðar hið heilaga orð. Guði sé þakkargjörð. Eigum ekki að gefa þessum krökkum gott klapp. En næsta lag, það bara varð að vera með í kvöld. Og það út af því að þetta er eitt af uppáhaldslögunum hans Arnars sem ætlar að vera með hugleiðingun okkar á eftir. Við skulum taka vel undir. Lagið er Jesús, Jesús. Já, heldur betur skemmtilegt lag. En Guðspjall dagsins, og þá stöndum við öll á fætur, er úr Mattheusi 10. kafla
Hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum. En þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, mun og ég afneita fyrir föður mínum á himnum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lof sé þér Kristur. Og við skulum standa áfram og fara saman með trúarjátninguna. Ég trúi á Guð föður almáttugan skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur á Maríu mey, píndur á dögum Pontiusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprissu mannsins og eilíft líf. Amen. Í síðustu fermingabarnamessu þá mættu væpbræður, en í kvöld eða önnur svona Lindakirkju Eurovision stjarna. Hún byrjaði fyrst 13 ára í unglingagospelkórnum og svo fór hún í kór Lindakirkju. Það hún Diljá Pétursdóttir. Kynnur ekki bara sjálf? Já. Kynntu fyrir okkur. Já, góða kvöldið. Gaman að vera með ykkur, heiður að fá að syngja fyrir ykkur. Ég ætla að fá að syngja 2 af mínum allra uppáhaldslögum til að syngja. Þetta lag, Vetrasól, sem við ætlum að taka næst, lag eftir Þór Gunnar... Nei! Gunnar Þórðar! Hérna, miksa þessu óvart. Og sí, margir fyrir fram að mig, vandró. Hérna, og bara að mínum mati eitt af fallegustu lögum Íslands. Í útsetningu eftir Óskar. Let's go. Som
sem stendur kyrr aðrir hverfa á braut sem við fyrir jafna veg og deilin með þér gleð og sorg. Það áttu minn ekki neitt en þú átt engan vin. Það komin vetrartíð með veður köld og stríð. Ég stend við gluggann, myrkrið streymir inn í huga minn. Þá finn ég hlýja hönd sem lifnar við, eins og jurt sem stóð í skugga en hefur aftur lítið ljós. Það komin vetrartíð með veður köld og stríð. Ég stend við gluggann, myrkrið streymir inn í huga minn. Þá finn ég hlýja hönd sem lifnar við, eins og jurt sem stóð í skugga en hefur aftur lítið ljós. Ég stend við gluggann, myrkrið streymir í huga minn. Þá finn ég hlýja hönd sem lifnar við, eins og jurt sem stóð í skugga en hefur aftur lítið ljós. Mín vetrarsól. Vá! Fannst ykkur þetta ekki stórkostlegt? Takk, Diljá. Gefum henni ennþá betra klapp. Og kórnum og Óskar og Palla. Já. En það komið að hugleiðingu kvöldsins. Og það hann Arnar Ragnarsson sem ætlar að tala til okkar. En Arnar hefur lengi verið viðloðandi bæði fermingarstarfi í Lindakirkju og unglingastarf. Þannig að ég eiginlega rosalega spennt að heyra hvað hann ætlar að segja. Þú mátt taka þennan mikrofón. Já, komið blessuð og sæl og gaman að sjá hvað eru ótrúlega mörg mættinni í kvöld. Ég skal alveg viðurkenna það að ef Áslaug hefði sagt við mig, já, svo sitja ég bara eftir Diljá og ég bara, nei, ég var beðinn að ryksuga undir rúmunu hjá besta vini mínum. Ótrúlega fallegur söngur og mjög erfitt að koma eftir svona mikil orku og það einmitt svolítið sem ég vildi tala við ykkur í dag. Það trúarlegt hugrekki og það þarf mikið hugrekki til þess að koma eftir Diljá og þessu fallega söng. En ég ger mitt besta. Mér langar nefnilega til þess að tala trúarlegt hugrekki af því að það stendur mér svolítið nær og það svona svolítið sem búið að dvelja á mínu huga og hjarta núna síðustu misseri. En áður en ég held lengra þá langar mig aðeins til þess að skilgreina orðið hugrekki. Og ef maður leitar að orðinu hugrekki í orðabók þá það einmitt að verða hræddur eða hrædd en gera samt. Að óttast og finna óttan koma og grípa sig en láta samt vaða. Það nefnilega svo mörg sem halda að það að búa yfir hugrekki sé að verða aldrei hræddur eða verða aldrei hrædd en það nefnilega mikill misskilningur. Það nefnilega ekki hægt að hafa
hugrekki á þess að verða hræddur. Og lærisveinar Jesú, ég tel að þeir hafi allir búið við miklu hugrekki og trúalegu hugrekki, því að þegar Jesú stiginn upp til himna og bara farinn, þá það sem verkefni sem hann skilur í þeirra höndum bara að segja öðrum frá Jesú og kærleiksboðskapnum. Og þá nú bara eiginlega bara búið að gefa það út að ef þið myndi halda áfram að tala hann Jesú gæja, þá þau bara líklegast bara drepnir. Og það var líka það sem gerðist. Allir nema einn urðu píslavottar og voru teknir af lífi fyrir að segja frá Jesú, og það nú mikið trúlegt hugrekki. En ástæðan fyrir því að ég vildi tala trúlegt hugrekki, því að mitt trúalega hugrekki svolítið síðastliðin misseri búin að vera, finnst mér, undir smá skotríð. Ef ég má sletta aðeins, einu uppáhaldsbíómyndin minn með Denzel Washington heitir Courage Under Fire. Ég veit að það pottþétt einhverjir pappar og kannski einhverjir mömmur líka búin að sjá þessa mynd, en ekki mikið af fermingarbönnurum. Ég held að hún sé mér segja bönnuð, en góð mynd, engar síður. Já, ok. Hugrekki, það þóra að viðurkenna það, en mitt trúalega hugrekki hefur aðeins verið ég hef svona verið að berjast með margar tilfinningar, því að nú viðurkenni ég það að ég ekki alltaf sammála öllu sem ég sagt í kirkjunni, ég ekki alltaf sammála biskupnum, kannski fæ ég aldrei að tala eitt aftur fyrir að hafa sagt þetta. En ég lærði líka frá góðum vinum mínum, góðum presti, að góð trú líka trú sem að spyr spurninga. Og einn af mínum uppaháls pólitíkusum, Winston Churchill, sem að mér finnst bara eiginlega hafa bjargað seinni heimsstyrjöldinni svolítið. Hann átti marga galla og líka marga kosti, en hann skilgreindi líka hugrekki að þora og segja sem manni finnst. En svo sagði hann að hugrekki líka að geta sest niður og hlustað. Og mér finnst þetta svo gott, af því að þetta á bæði við mig í dag. Ég verð að geta komið og sagt það sem mér finnst og það sem mér liggur á hjarta, en ég verð líka að geta sest niður og hlusta og voru virðingu fyrir skoðunum annarra, þótt maður sé ekki alltaf sammála, en að geta sameinast í kærleikanum skiptir svo miklu máli. Og ég vil hvetja ykkur, fermingakrakkana, til þess að hafa trúalegt hugrekki og taka það svolítið svona inn til ykkar núna, sérstaklega þennan vetur og tileikningur trúalegt hugrekki. Þið eru eiginlega, ef við notum svona myndlíkingu úr íþróttum, þið eru eiginlega í dauðafæri að öðlast góða trú og gott veganesti út í lífið. Af því að ég veit ég er hlutræður, en mér finnst þið vera með langbestu prestan á Íslandi, besta kórstjóran, besta kórinn, bestu Áslaugu mömmu væp og bara, mér finnst allt best í Lundakirkju. Ég veit ég er rosa hlutræður eins og Áslaug sagði, ég er búin að fá þann heiður að starfa í þetta mikið, en þið eru í algjöru dauðafæri. En þið sýnið það hugrekki að setjast niður og hlusta á prestan ykkar og þau sem er að boða Guðs orð, þá er það ótrúlega gott veganesti út í lífið. En ég vil líka hvetja ykkur til þess að sýna hugrekki eftir ferminguna. Ekki bara í fermingunni segja, þegar þeir eru spurð, viljið hafa Jesús sem leiðtoga lífs ykkar, ekki bara segja já, bara til þess að fá gjafirnar og eitthvað svona, segja já, pæla þess í þessu, og svo aðal hugrekki kemur eftir ferminguna. Þora kannast við Jesú og þora að segja bara já, ég er kristin, ég fer með bænirnar og kemur í kirkju og gera alls konar. En trúarlegt hugrekki er ekki bara það að kannast við Jesú Krist, það er líka að fara og láta kærleikann svolítið streyma í gegnum sig. Því að Jesú, hann sagði, ég vil að allir sjáu að þið eru mínir lærisveinar, ekki að þið eru alltaf að hrópa Jesús, Jesús, þú veit að lægja sig upp á slagið mitt, skiljiði, heldur líka að þið berið elsku hvers til annars. Og það að elska náungan og vera góðkort við annað, það þarf hugrekki. Ég get alveg sagt ykkur það að bara það að hjálpa öðrum, rétt að hjálpa hann, það þarf hugrekki. Að hrósa öðrum, það þarf hugrekki. Að sýna þakklæti fyrir eitthvað sem er þakklátur fyrir, það þarf hugrekki. Og það er þetta trúalega hugrekki sem að ég vil að þið svolítið svona taki með ykkur úr þessum vetri. Fyrsta, hugrekki sitja og hlusta,
Annað, hugrekki að þora að kannast við Jesú. Og þriðja, hugrekki bara til þess að vera góða manneskjur. Og það svona það sem að mér hefur stundum svolítið svona fundist vanta sumstaðar í samfélaginu dag og stundum vanta með þetta og stundum brestur mann kjark og allt svoleiðis. En trúarlegt hugrekki skiptir máli og það nú einhverju fermingakrakkar búin að sjá Hringadróttin sögu og Hobbitan það ekki. Maður sé á rétt upp hönd þeir sem hafa séð Lord of the Rings og ok, það er nokkur á fremsta bekk. Kannski sé ekki alveg nógu vel aftar, En það er einmitt mikil og góð speki í Hringadróttin sögu og mér langaði til að enda þessa hugvekju. Ég veit ég alveg að fara að falla tíma ég fá svona augnaráð báðum áttum. Mér langaði til að enda á orðunum að Gandalfs, töframannsins úr Hringadróttin sögu og Hobbitinum, þegar hann segir Sauron believes it's only great power that can hold evil at check. But that is not what I have found. I have found that it's the small everyday deeds of ordinary folks that keep the darkness at bay. Small acts of kindness and love. Takk fyrir. Frábærarnar, eins og alltaf. Ég vissi ég geti treyst á það, þú kæmi nú með eitthvað gott og skemmtilegt. Og ég get alveg lofað þér því að ég var bara ekkert að senda þér neinar auggotur. Og ekki Óskar heldur, held ég. Nei, þú er alveg mátt tala lengur. En víst þú ert hættur. Að þá og við vorum svo heppin og við viljum endilega fá það aftur seinna. En þá erum við samt svo heppin að við ætlum að fá annað lag frá Diljá. Og þú ætlar að kynna það fyrir okkur. Og það er lag sem þú samdir sjálf. Já. Halló aftur. Næsta lag samdi ég ásamt Pálma og Ragnari. Heitir Einhver, uppáhaldslægjan Sigurbjörgar á fremsta bekk. Vonandi fílið það. Í útsetningu eftir Óskar Einarsson. Við vorum jörðin og sólin og Mars, upphafið endirinn tilgangur alls. Ég fann mig á þér, ég fann mig á þér, ég fann mig á þér. Fjarlægðin gerir þig ókunnugan, með einni setningu breytist svo margt. Ég veit ekki hver, ég er fyrir þér, ég er fyrir þér. Er ég bara einhver sem að þú kannast aðeins við og kaldur kinkar kolli til á förnu vegi ef til vill og bara einhver mynd í albúmi farþegi úr fortíðinni, einhver sem sögunni heyrir til og bara einhver og bara einhver. Erum við minning sem bankar upp á, heimsækjum hvort annað í draumum og þrám. Svo tilhugsun svo raunveruleg, svo raunveruleg. Í annarri tímalínu dönsum við, hvort við annað út í gegnum lífið og enginn sér til. Og við erum við, já við erum ennþá við. Er ég bara einhver sem að þú kannast aðeins við og kaldur
einhver sem segir ég heyri til, ó bara einhver, já bara einhver, ó já bara er ég bara einhver sem að þú kannast aðeins við. Takk hjá það, Júli. Takk svo mikið. Algjörlega stórkostleg, enda alveg upp í Lindakirkju. Nei, hún á alla sína hæfileika sjálf. Heyrði, það er komið að bænastund. Og í Lindakirkju þá höfum við þann háttinn á að við biðjum bara í sætunum okkar. En það er líka hægt að skrifa bænarefni á miða og setja í bænaraltarið hérna til hliðar vinstra megin. En það liggur ekkert á, það má líka gera það eftir stundina. Eða á morgun jafnvel, eða í nótt, því það er líka hægt að senda þetta bara hreinlega á lindakirkja@lindakirkja.is, þannig að þetta er ekkert stress. En á meðan þá ætlar kórinn að syngja fyrir okkur lag sem heitir Drottin gerðu hljótt í hjarta mínu, sem að fermingabörnin eru farin að þekkja vel. Og auðvitað má syngja með og það eiginlega á að syngja með. Og í lokin, þegar kórinn er búinn að syngja, þá koma hérna upp nokkrar stelpur úr unglingagospelkórnum sem að ætla að biðja bænir sem að þær hafa sjálfar skrifað. Sendu mig
Guð, viltu passa upp á alla hér inni, öll fermingabörnin, foreldra, ömmur og afa og alla hina. Viltu passa upp á að þau hafi einhvern að tala við þegar þeim líður illa og að þú sért með þeim sem færi gegnum missi og veikindi. Amen. Góði Guð, vera með þeim sem lenda í einelti og stríðni. Viltu líka vera með þeim sem búi við stríðsástand allan heim. Viltu vera með þeim sem glíma við veikindi og gefa þeim og fjölskyldum þeirra styrk. Viltu blessa alla feðru í tilefni dagsins í dag og vaka yfir þeim feðrum sem geta ekki verið með börnunum sínum í dag. Amen. Góði Guð, takk fyrir að gefa okkur það tækifæri að fá að mæta í messu og tala við þig þegar okkur liggur eitthvað að hjarta. Viltu vernda öll fermingabörnin hérna í kirkjunni og fjölskyldu þeirra. Amen. Góði Guð, ég vil biðja fyrir þeim sem hafa mist kæran ástvin, fyrir þeim sem munum sakna og syrgja þessi komandi jól. Vertu með þeim í sorginni og passaðu upp á að enginn muni upplifa sig einmana. Amen. Góði Guð, við þökkum þér fyrir þá sem gengu undan okkur, fyrir visku þeirra reynslu og kærleika sem mótað hefur heiminn. Láttu börn dagsins í dag sjá gildi tímann sem við eigum með eldri kynslóðinni og meta hversu dýrmætt þessi sameiginlegi tími er. Hjálpaðu okkur að læra af orðum þeirra og verkum. Kendu ungum hugum að virða þann tíma sem var og finna í honum leiðarljós fyrir framtíðina. Gefðu okkur öllum þolinmæði til að skilja hvert annað og hjarta sem vill deila, hlusta og þakka. Amen. Við skulum sameinast í bæninni sem Jesús kenndi og við segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Við skulum standa á fætur og meðtaka drottinlega blessun. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í nafni Guðs Föðurs, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og þið megið setjast. Og takk stelpur. Ef ekki gefa þeim gott klapp fyrir þessar fallegu bænir. Já, það er komið að lokum og takk þið fyrir að mæta. Þetta er búið að vera afskaplega ljúf og skemmtileg stund. Arnar, takk fyrir frábæra, skemmtilega hugleiðingu. Við höfum öll gott af því að láta minna okkur á hugrekkið. Og Óskar, Palli, kórinn, takk fyrir ykkar mikla framlag hér í kvöld. Og fermingabörnin, þið sýndu nú aldeilis hugrekki að lesa fermingarversin, takk fyrir það. Og Kolbrún Birna og Sigríður Maren fyrir dásamlegan söng. Og svo voru það þær Heiðrún Ísól, Kolbrún Birna, Carmen Klara og Sigríður Maren sem voru með þessar stórkostlegu bænir. Og elsku Diljá, ég er ekkert að gleyma þér fyrir stórkostlegan söng. Og takk María og Margrét fyrir að taka svona fallega á móti okkur öllum. Og Björn Ingi, það er verið að streyma þessu hérna út allan heim og hann sá nú til þess líka að allir sjáu hvað er að gera hérna á skjánum. Svona er þetta, það koma margir að, heldur betur. En það er líka margt annað að gerast og það er nýbúið að setja í sölu aðventukvöld Lindakirkju.
Það verður 30. nóvember klukkan 17 eða klukkan 5 og þar verður meðal annars kórinn og unglinga gospelkórinn og barnakórinn og Vibe, Regína og Svenni og margt fleira. Þetta allavega rosa hátíðlegt og skemmtilegt og eitthvað svona fyrir alla og það verið að selja á miðix.is og ég myndi bara fara helst strax og eftir messuna og í tölvuna og kaupa mér miða. Af því ég sá það að það strax bara helmingurinn að salnum eiginlega bara farin. Og þetta ekki þannig að sé verið að fara að bæta við öðrum tónleikum eða eitthvað þannig. En Óskar, vilt þú auglýsa eitthvað? Það var uppselt í fyrra, þannig að þeir komist ekki allir að í fyrra. Nei, einmitt. Stórkostleg stund. Viku síðar, takk ég hérna frá líka, 7. desember, þeir eru kannski þegar búin að kaupa með, það að vera uppselt á tónleikakórs Lindakirkju klukkan 8, við bættum með auka tónleikum klukkan 15, nei klukkan 17, klukkan 5 og fáið með þær eftir, þannig að tryggja ykkur með það. Það verður þarna fáið aldeilis mikið fyrir lítinn pening. Það kostar ekki mikið eins og með aðventukvöldið, við seljum ódýrt inn svo að fjölskyldan getur saminast og komið saman og hvet ykkur að mæta 7. desember á sunnudegi. Ég held að það sé ekkert meira, sko. Svo bara eru jólin að koma líka, þú veist. En það kemur síðan, við segjum frá því seinna. Það tryggja ykkur með það því að það styttist í að verða uppselt á þessa viðburði. En eins og venjulega, þá endum við í smá gospelstuði. Gísli, ert þú ekki til í að leiða okkur í einhverju? Ætlar þú að sýna hugrekki núna? Já, einmitt. Við ætlum að fara öll út í nóttina svo með hugrekki í huganum. En Lean on me. Já, hvernig væri það? Skilaboð frá Drottni Asarer. Allir að dansa og syngja með. Sometimes in our lives we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on. For it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Please swallow your pride if I have things you need to borrow, for no one can fill those of your needs that you won't lack. So lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Just call on your brother Okay. when you need a hand. I will. We all need somebody to lean on. Just write that problem that you understand. We all need Þetta kom Lindakirkju. to lean on. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Lean on me when I'm not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on.
Förum í friði og þjónum drottni með gleði.